Já, hérna hér. Ég verð að hafa þetta svona og deila inn á viðburðinn. Þetta er eitthvað skrítið nefnilega. Deila þessu inn á viðburðinn. Svona. Nú skulum við vona að þetta sé allt að virka. Afsakið þessa töf. Það bara vildi ekki vera inn á viðburðinum og leyfa mér að vera live þar eins og ég var búin að plana. Og ég ætla að fylgjast með sjálfur mér hérna. Afsakið þessa vonandi að hljóð og dót virki svona. Einhverjir eru byrjaðir að horfa og ég sé kommentin hérna. Jæja. Nýtt tungl, það er alltaf opaslega gaman þegar nýtt tungl og já, frábært. Og það er núna nýtt tungl í Krabba og það er svolítið skemmtilegt, verður að viðurkennast. Að þegar því fylgir að sumir eru kannski aðeins meira berskjaldaðir en venjulega. Tilfinningarnar kannski svona svolítið hærra á yfirborðinu. Styttra í tilfinningarnar og styttra í kannski tárin, styttra í tjáninguna. Sumir eru bara með kannski meiri þörf til að tjá sig og sérstaklega tilfinningamála sín. Og fyrir suma er þetta bara rosalega ögrun og fyrir margir vilja kannski streita svolítið á móti þessu og það er bara fullkomlega eðlilegt að það sé pínu erfitt þegar svona laga kemur upp, en þetta er samt bara alltaf hinu góða og jú, við þurfum auðvitað að passa okkur þegar við byrjum að tjá okkur að reyna að tjá okkur með smá aðgát og virðingu, en samt í því að vera sönn okkur sjálfum. Og ef að þið eru krabbar eða eigi krabbavini eða krabba fjölskyldu, þá kannski hafið hugar að krabbarnir okkar eru sérstaklega næmir fyrir þessa dagana, þannig að við erum góð við krabbalingan okkar. En ég ætla að sýna ykkur spilin sem við ætlum að nota í dag. Ég er með ný spil sem að heita The Runic Odyssey Oracle. Ég ætla að sýna ykkur bæði deckboxið. Þau eru nefnilega alveg geggjuð og þau fást bæði á etsy.com og sem sagt hérna þessar síðu hievaya.com. Ég veit ekki hvort ég sé að segja þetta rangt eða vitlaust, en þetta eru spil sem að fást ekki svona hvar sem er. Líta svona út og þetta eru fúþarkrúnirnar ásamt nokkrum tunglspilum og þau eru æðisleg. Svo er ég með Moonology. Hérna er hvernig kassin lítur út. Þið hafið séð þessi vil ég alltaf vera með á nýju og fullu tungli. Og svo eru spil sem heita Spirit of the Wheel. Ég er búin að eiga þau í mörg ár og ég er fyrst núna búin að vera að nota þau. Svona lítur kassin út og hérna er stokkurinn. Og svo ætla ég núna að fara í áhættuatriði. Ég held að þetta virka þegar ég er með mikrofónu headsetinu, en mér langar nefnilega til þess að færa skjáinn niður. Svona, þannig að það sjáu þið spilin. Ég vona innilega að það heyrist samt alveg nógu vel í mér. Biðja ykkur að tengja ykkur inn á spilin, velja ykkur einn stokk, það er hérna rúnirnar, Moonology og Spirit of the Wheel. Endilega tengja ykkur hérna inn á, meðan ætla ég að fá mér sopa hérna kakóinu mínu.
En þetta tungl líka, það núna búið að vera síðustu misseri rosalega mikið í gangi í tunglganginum almennt. Þannig að það búið að vera að ýfa upp alls konar tilfinningar, alls konar minningar, búið að vera kannski að hræra svolítið í hræra svolítið í grautapottinum hjá sumum og þá kemur oft einhver skán eða eitthvað svona gamalt upp og það fer nú að minnka svo aftur, þannig að við getum kannski bara notið restina af sumarsins á þess að tunglið sé endilega alltaf að hræra eitthvað í okkur svona rosalega mikið eins og hefur verið að gera allavega. Aftur Runic Odyssey, rúnaspil, Moonology og Spirit of the Wheel. Og þá skulum við fara í þetta. Við byrjum á rúnunum. Það ætla að sýna sig og vera fyrstar í dag. Það ætla nýju spilin að vera fyrst. Ég samt svo óbúslega ástfangin á þeim, þau eru æðisleg. Við drögum 3 spil og fyrsta spilið snýr að því hvað gæti verið að koma upp hjá okkur núna. Það kemur Ingvas Internal Growth. Sýn ykkur hérna aðeins næ, eigum við eitthvað að ræða hvað þetta er fallegt. Þetta er svona gilling. Internal Growth. Þannig að það sem er að koma upp hjá sumum núna er tengt þessum innri þroska og það getur líka verið sko að gera upp gamalt. Þannig að hjá mörgum ykkar sem eru að díla kannski við að sé ykkur gömul mein að koma upp, þá er hérna ástæðan fyrir því að þegar núna er komin tími til að gera þessi gömlu mein upp. Þess vegna er verið að grafa upp einhverja gamlar grafir. Það þarf að jarða þetta almennilega, það þarf að hreinsa og það vill bara þannig til að óhreins sár þau gróa illa. Þannig að núna er verið að draga upp eitthvað gamalt til þess að gera þau upp. Svo kemur næsta spil og það er sem hver eru helstu skilaboðin með þessu nýja tungli. Hver eru skilaboðin? Það kemur Ehvas sem er traust og samvinna. Ehvas er líka tákn hestsins og hesturinn er táknmynd bæði frelsisins og traustsins, af því að til þess að hestur og knapi getur unnið saman þarf að vera svo mikið gagnkvæmt traust og gagnkvæmt frelsi. Báðir þurfa að vera þeir sem þeir eru. Hesturinn þarf að vera hestur og knapinn þarf að vera maður, en þeir vinna samt saman og deila eru förunautar og deila lífi á ákveðin hátt en hafa samt frelsi til að vera algjörlega þeir sjálfir. Og það þarf að treysta hvort öðru. Hesturinn þarf að treysta því að knapinn þrátt fyrir sjálfstæðan vilja fari vel með sig og hugsi sig og gera sér ekki mein, og eins með knapinn þarf að leyfa hestunum að vera frjáls vera en á sama tíma treysta því að hann hendi sér ekki að baki. Þannig að þetta eru megin skilaboðin með þessu tungli. Treystið og gefið traust og gefið frelsi. Þetta getur átt vel við eins og fyrir þá sem eru að fá upp ykkur gömul mál og hreinsa gömul sár. Við þurfum að treysta vinnunni, við þurfum að treysta þeim sem er að vinna með okkur, og þeir sem eru kannski okkar næstir þurfa svolítið að treysta okkur líka. Og þá kemur hér hver er útkoman af þessu.
Waning crescent moon, surrender kemur. Gefa eftir, slaka inn í vinnuna, gefa eftir inn í vinnuna. Ekki streitast á móti tilfinningunum og ekki streitast á móti uppgjörunni, ekki streitast á móti þessu gömlu sáru með hvað það nú sem kannski að koma upp. Ekki streitast á móti eigin vexti og ekki streitast á móti traustinu á sjálfur þér eða meðferðaraðilunum þínum eða partnernum þínum. Gefðu eftir, treystu, umfram allt skaltu treysta sjálfu þér. Treystu því að þú vitir hvað þú þurfir að gera til þess að vaksa og til þess að gróa. Þetta sögðu rúnirnar, þessi óbáslega fallegu, sterku, mjúku spil sem að ég svo ástfangin af þessa dagana. Og það skulu demba okkur í næsta stokk. Næsti stokkur. Moonology. Það yndislegt. Þetta allt svo yndislegt. Elska krabba kemur hérna í komment. Ég elska krabba líka. Krabbar eru miklu uppáldi hjá mig þessa dagana en það í umkring þeim. Jæja, hvað að koma upp með þessu nýja tungli í Moonology? Jú, það þetta. You are good enough, full moon in Virgo, fullt tungl í Meyju, þú ert nógu góð eða góður. Ykkur staðar gæti verið að reyna á sjálfstraustið, sjálfsálitið. Við erum ofboðslega mörg sem burðust með það í okkur að hafa ekki fundist við nógu góð eða góðar og höfum ekki átt eitthvað skilið, höfum látið ganga yfir okkur og vaða yfir okkur af því að við höfum ekki upplifað eins og við eigum betra skilið en það. Og nú reynir kannski á hjá mörgum svolítið þá vinnu. Þú veist, mörg okkar eru kannski búin að vinna mikið í því að byggja okkur upp og segja við okkur sjálf að jú, ég er bara á betra skilið, ég er nógu góð, ég er bara fullkomin eins og ég er. Og svo er kannski núna einhver gömul sál að koma upp hjá okkur sem þrýstir svolítið á það aftur. Það getur alveg verið að koma upp hjá sumum að það sé að vera að þrýsta svolítið á þolmörkin þar okkar eigið ágæti. Og það er verið að minna okkur á, við eigum bara alltaf besta skilið. Við verðum að fylgja því. Megin skilabón hérna eru Luck is on your side, New Moon in Sagittarius, nýtt tungl í Bómanni. Lukkan er með okkur. Hversu frábært er það? Við erum vernduð. Við erum öll á einhvern hátt vernduð og aftur kemur þannig varðandi traustið. Við þurfum svolítið að treysta því að við séum vernduð. Við þurfum að treysta því að hlutinu gangi upp. Ég meina já, við þurfum að vinna svolítið fyrir því, en við erum vernduð. Og ef við ætlum okkur að laga eitthvað eða vinna úr okkur, þá höfum við rými til þess að við biðjum það. Þannig að það er alltaf þess virðis að fara í þessa vinnu, sjálfsvinnuna og innri vinnuna, af því að við fáum vernd þegar við förum í þessa vinnu. Og þetta er svolítið á þeim nótunum að þetta getur aldrei farið verra en vel, svolítið. Okkur finnst oft vera áhætta í því einmitt að berskjalda okkur, grafa upp ykkur gömul sár, áhætta í því að ætla að fara í þessa innri vinnu, en þetta getur aldrei farið verra en vel. Og loka útkoman af þessu, já, adjustments are required, 3. kvart í tungli. Það þarf að gera breytingar. Það þurfa að verða breytingar. Og það kemur bara mjög sterkt. Það þarf að breyta, það þarf að hagræða.
það þarf að taka ákvarðanir og gera breytingarnar markvisst. Þetta getur verið stóra breytingar og þetta getur verið erfiða breytingar, en þær verða að gerast. Að þegar þarna kemur upp að að þessi stöðnun, hún okkur mörgum svo óbúslega vond. Ef við erum ekki að þroskast, ef við erum ekki að þróast og ef við erum bara stöðnur, þá sitjum við svo pikkföst og það vond. Þó það sé að vissu leyti þægilegt, það augranalaust, það innan þægindarammans. Þannig kemur, þú ert alveg nógu sterkur til þess að fara í þessa vinnu. Þú hefur vendina til þess að gera stóra breytingar og taka á stóra þínum, og þú eiginlega bara verður. Þú verður að gera breytingar. Vá, það bara, þetta bara kemur mjög sterkt inn. Það þurfa að verða breytingar. Þú upplifir kannski eins og það séu áhættur á bakviða, en þú ert verndaður eða vernduð og alveg nógu góð til þess að gera þessar breytingar. Þetta kom mjög sterkt inn núna. Þetta voru monologi og við skulum þá fara í Spirit of the Wheel. Og núna einn krabbalingur eitthvað að tuða í mér. Vertu bara ánægður á meðan ég segi ekki nafnið þitt hérna live. Senda skilaboð í miðri útsendingu, þú átt að vita betur. Spirit of the Wheel. Og hvað að koma upp? Letting go, movement forward, reflection aftur. Innri vinnan, þroski, fara áfram, halda áfram og sleppa tökunum. Enn og aftur getur verið eitthvað að koma upp hjá fólki og nú þarf að sleppa tökunum. Mörg gömul sár, gamla tilfinningar, við höfum bara ekkert með þetta að gera lengur. Þetta búið. Jú, við skulum hreinsa þetta, syrgja það sem þarf að syrgja og svo kveðja það. Og ekki vera alltaf að draga drulluna upp aftur. Það algjör óþarfi. Einhvern tíma verðum við að sleppa. Ef við ætlum að gera hlutina almennilega upp, þá þarf líka að sleppa tökunum á þeim. Okkur finnst stundum eins og við séum að leggja frá okkur eitthvað dýrmætt þegar við sleppum sorginni, en það þarf að sleppa henni ef við ætlum ekki að burðast með hana það sem eftir Og mörg ykkar kannski að finna þetta núna, að það sé komið tími til að sleppa þessu gamla. Vá, þetta spil ætla greinilega að koma. Helstu skilaboðin með þessu nýja tungli: Identity, self-discovery, vulnerability. Freeze upon moon. Það hérna. Sjálfsvinnan, sjálfsuppgötvun. Það líka ákveðin berskjöldun þarna. Að þegar hjá mörgum okkar svolítið þannig að þegar við erum kannski búin að vera að burðast með eitthvað í mörg ár, erum búin að vera að forðast ákveðna hluti sem, eða einmitt berjast, og sérstaklega við okkur sem að förum kannski, höfum ekki tíma að fara svolítið mikið við gennum lífa á hnefanum. Við óvart brynjum okkur rosalega mikið upp og svo gleymum við hvað undir brynjunni. Þannig að þegar við förum að taka þessa brynju utan á okkur, þá getur það verið mjög erfitt og þá byrjar maður alltaf uppgötva að það bara heil manneskja undir þessari brynju sem að maður þekkti kannski bara ekki eða var búin að gleyma að hefði verið til. Það ofboðslega skrítin staður til að vera á, svona svolítið óþægilega stundum, einmitt þessi berskjöldun. Mörgum finnst hún bara rosalega erfið, en það líka svo fallegur staður til að vera á. Að uppgöta hver maður hver maður var,
uppgötva heila nýja manneskju stundum. Það er dásamlegur staður til að vera á. Uppgötvun á sjálfinu. Sjálfið, þetta er fallegt. Og útkoman af þessu. Spiritual progress, success, hope, renewal. Sálrænn vöxtur, sigur og von. Hversu dásalegt er það? Vá, þetta er alveg æði. Leggja frá sér og sleppa tökunum á alls konar einhverju sem maður hefur ekkert erindi til að burðast með lengur. Leyfa sér að vera pínu berskjaldur og uppgötva sjálfa sig upp á nýtt, gefa sér þetta frelsi og þá verður svo mikið framför og mikill sigur og mikil von. Þetta er alveg dásamlegt. Þetta er alveg dásamlegt. Mjög fallegt þannig. Þetta voru Spirit of the Wheel og það sem þau vildu segja og þá erum við búin að fara ekki alla stokkana og ég ætla að heilsa ykkur hérna aðeins. Hæ. Já, þetta voru þessir 3 stokkar á nýju tungli. Ég vona að þið hafa notið. Ég hef mjög gaman að gera þetta með ykkur. Ég á nógulausum tímum í einkatíma, einkafundi í næstu viku. Ef þið viljið bóka ykkur, sendir mér bara skilaboð og við finnum tíma. Annars þá þakka ég bara kærlega fyrir mig. Ég vona að þið hafi notið líka. Bless, bless.